var það tilkynntur hópina fyrir komandi æfingarleiki gegn Kanada og Haiti, bara svona við byrjum á því, hvað svona ætlastu til úr þessu verkefni? Ég ætlast til að við höldum áfram að sem við gerðum vel síðasta glugga. Ég ætlast til að við verðum komin skrefinu nær á að henda í ruslið svona mistökum sem við gerðum, sem að kosti okkur dýrt síðasta glugga. Ég ætlast til að við erum alltaf úrslita með þess. Við erum alltaf viljum ná í úrslit, en það verður svolítið svona fókus þetta árið á að pressa sig á að við þurfum að delivera núna. Ég held að, eins og orðaði kannski áðan, að svolítið leikskólinn og grunnskólinn og jafnvel menntaskólinn svolítið búið núna, jafnvel háskólinn líka. Við þurfum að taka doktorsprófi í að verða alvöru lið, og 1 ár með landslið kannski jafnast á við 2-3 ár með félagslið, af því að við höfum bara ekkert efni á að bíða í 3-4 ár eftir að liðið fara að mótast. Þannig að það er svolítið krafa frá mér að við tökum skrefi upp á við í svona fókusleveli og hvernig þá díla við mismunandi aðstæður. Líka andstæðingar sem við getum alveg unnið. Já, þetta er það. Ég meina, við höfum verið sterkir, við höfum spilað mikið útileikjum undir minn stjórn. Við höfum örugglega spilað 10,5 útileiki. Hálfi leikurinn var það í Murcia, á móti Kosovo, sælla minninga. En erfir útileiki, við spilum á Partizan, við spilum á Hamden, við spilum á Azerbaijan og við spilum á Pólandi. Það eru mismunandi krefjandi aðstæður sem kemur okkur til góða, og nú erum við spilum á Kanada sem er kannski á svipum slóðum og Úkraína í fótboltala, og Japan síðan í kjölfari í júní. Þannig að þetta verður bara hörkuleikir, HM-þjóðir sem, ef ég var að fara á HM núna og var vináttuleikur 2 mánuðir í HM, ég myndi gefa allt í þá leiki til að vera tryggja með farsil. Þannig að þetta er svona, ég reyna í að því að þetta verður kannski ekki beint svona vináttuleiki, þetta verður alveg smá blóð. Jesse Marsh, þetta er típaðið það ekki? Jú, ég er búin að fylgjast vel með hans ferli frá að var með Red Bull Salzburg og fræguleikar á Anfield og hans ræða í klefunum í hálfleik, og þú veist bara hvað það farið. Ég er ekki að móðga neitt þegar ég segi það að hans leikstíll er mjög flottur og sérstakur, og þú sér strax að þetta er Jesse Marsh lið, og Red Bull lið er pressa hátt og eru mjög aggressífir, og sem skapar kannski öðru sér challenge sem við erum vanir, því að þrátt vera að Frakkarnir hafi verið eitt af bestu liðunum í heiminum og síðustu áratugi, þá er þeir ekki beint svona high octane pressulið. Þannig að Kanada mun svona vera allt annað challenge hvað það var, og það snýst svolítið alþjóðlegu fótbolta að mæta mismunandi leikstílum og máta sig við það, hvað virkar og hvað virkar ekki, og setja það í gagnabakkan. Við förum aðeins út í hópinn. Gylfi Þór í svona fyrsta alvöru glugganum, bara svona, hvers vegna er hann valinn? Hvers vegna er hann valinn? Já, hvers vegna? Náttúrulega tekur aldrei fótboltahæfingar frá honum, en hann er bara heillað mig mjög mikið hvernig hans nálgun og sýni er gagnvart landsliðinu á svona later stages á hans ferli, ég hef ekkert þótt hann eitt óvinlegt ef hann bara geta sagt takk fyrir mig og við sjáumst, ég ætla bara að einbeita með Víkingin, en hann bara einhvern veginn brennur fyrir landslið og kom hlikara flottur inn í síðasta verkefni og heillaði mig og mitt starfsfólk bara mjög mikið með sinni framkomu og hversu professional hann var, þannig að mér fannst hann bara eiga skilið að halda áfram. Hvað svona breyttist frá því? Hann var auðvitað ekkert valinn í fyrra, hvað svona breyttist frá því í fyrra og núna? Ég held að hann hafi bara verið óheppinn svolítið í fyrra. Ég held einhvern veginn að hann missir af fyrsta glugganum, þá var hann í Víkings undirbúrstímabili, var ekki alveg kominn á full swing, svo kom að leikina móti Skoti, hans liðið spilaði mjög vel, og þá förum við í haustið og náum frábæra leikjum móti Azerbaijan móti Frökkum, að þá ertu bara einhvern veginn komið svolítið myndaðan hóp, og það er oft þannig, alltaf þannig að þeir eru að taka einhvern inn í hóp, þá ertu að taka einhvern út úr hópnum. Og þá ertu farin í díalógu við sjálfa hver á skilið að detta út úr hóp, og þeim tímapunkti, saman hversu vel Gylfi var að spila á þeim tímapunkti, þá einhvern veginn fannst mér þessi miðjumenn sem voru að spila með okkur þá ætti ekki skilið að detta út úr hóp. En núna er komið annað ár og kannski aðeins aðra áherslur, og ég tel bara að ef hann helst heill, og saman með Jóberg sem ég tjáði hún líka og Aron líka, þessi gömlu hjálpar, þá geta það bara hjálpa okkur verulega í haust. Inn á fundunum að Kristján Máni og svona stuðar fólk, hvernig er hann á æfingasönnum? Hvað er hann að gera? Hann er óþolandi á jákvæðan hátt. Hann er það sem að ég fíla best við hann og ég tengi við það sem leikmaður, að þú byrjar ekki að rífa kjaft fyrir að delivera inn á velli, að því hann var mjög
reserved og kannski svolítið feimin inn á æfingasvæðinu hjá Víkingur fyrsta 1,5 árið, en hún leið og byrjar að vera stærri prófíll og fyrir að gera eitthvað fyrir liðið, að þá getur haft efni á að rífa hans kjaft og þá byrjaði minn maður og mér skilst þessi rífandi kjaftið brann núna og það verið gaman að sjá hann rífa kjaft við Gylfa þessar strákar sko. Þetta er bara, það er gott að eiga mismunandi karakter í hóp og þetta skap hans mun hjálpa okkur á stærra sviði og þannig ég bara einhvern veginn, ég vonast til hann átti sig á að hans fótboltahæfileikar með fullir fyrir Brann sem er gríðarlega flottur klúbbur, að vonandi nær hann lengra, nær að komast enn lengra en hans fótboltahæfileikar eiga skilið og plattformið því að það vantar líka að sína það í landslið, þannig að þetta er svona bara spennandi að sjá hvernig hann díla við nýtt umhverfi. Albert, ekki opnum vegna svona einhverja forvarna, hvernig var þetta sameiginlega ákvörðun? Já, þetta er náttúrulega alltaf mín ákvörðun á endanum en þú talaði við leikmann og það er svo þægilegt að byrja samræði við hvernig einasta leikmann frá því byrjaði þjálfun á þeirri vitneskjum að allir leikmenn vilja æfa og vilja spila. Þá ert ekkert að fara að hugsa sko, ert að fara í frí eða ert að gera þetta, ert að gera hitt. Það er bara, þú byrja með þá hugsun, gaurinn vill spila og vill þjálfa og en svo ferði í samtali og þá er hann bara búinn að vera slæmur í skróknum og þessi gluggi gefur hann bara mikið tækifæri á að fara í meðferð og ná sér. Ef ég á að vera sjálfsærskur og fyrir mitt CV og minn skammtíma ávinning þá myndi ég bara segja hann hætti þessu væli og teipaði rökklan og spilaði, en þetta virkar ekki þannig. Þetta er samstarf og þannig að hann kemur bara sterkur afturleiks í júní og munum vonandi eiga góðan lokakafla með sínu liði í Fiorentina. Hvernig árið eins og ferðalögin til Mexíkó, Kanada, Japan, er það spennandi? Er gaman að ferðast til svona landa? Já, það er það. Þetta er alveg forréttindi sko. Þetta löng og streitandi ferðalag, en bara svo er bara gulrótin út að fara í ólíka menningar og leikurinn í Mexíkó var alveg svolítið klikkaður. Þetta var korterandi fyrir leik með ljúrasveitum og alls konar látum og tróðfullu völlur og svo fyrir Kanada núna sem spila HM og þeir eru spenntir, það verður vantilega fullu völlur þar. Svo fyrir til Japan, þú veist bara fullu völlur þar. Það verður kannski aðeins minni demand á miðasölu á móti Haiti, en þetta eru bara forréttindi og þannig að þú ítir einhvern veginn burtu frá þreytuna að vel hugsa okkur. Við erum alltaf á góðum hótelum, topp aðstæður, þannig að við erum með topp sjúkrateymi og lækna með okkur, þannig að þetta er bara hluti af því að vera, held ég, elítu leikmaður í dag, að kunna að höndla það og kunna að lifa við ákveðna aðstæður og við lærum alltaf þessu, menn til dæmis eins og ferðalag milli Azerbaijan og Úkraínu í svo stórleiki, gátum við gert eitthvað aðeins betur á móti Azerbaijan. Þetta er stanslaust í skoðun hjá okkur, hvað munum gera betur í næstu gluggu, þannig að leikmönnum líður vel og má ekki gleyma því að við erum með stóra fjárfestingu sem þurfum að sjá í hverjum glugga. Þetta eru leikmenn sem kosta marga milljón evra sko, þannig að þetta er svona hluti af okkar starfsemi, við megum ekki cut corners, við megum ekki spara krónur í að sjá velferð leikmanna. Þú feginn að spila ekki leikinn í Mexíkó? Menn voru að kvarta svolítið yfir hæðina hana? Sko, ég er ekki að djóka, ég var búinn á því að labba stegan á hótelinu sko. Þetta var ótrúlegt, þetta var eitthvað svo, þetta kemur ekki alveg nægilega vel til skila í sjónvarpinu, en bara tala við reynslu miklu leikmenn eins og Gylfi sem sagði það hefur mögulega verið erfiðasti leikur á hans ævi og hann hefur spilað aðeins stærri leiki en þetta og þá er hann vantilega að vísa í aðstæður og Jói Berg líka. Þetta var bara töff en frábær skóli. Ræddur Viktor Bjarka áðan, þú varst á Nou Camp og sást hann skora með FCK. Er erfitt að réttlæta að hann sé ekki í hópnum? Já, þetta er sko, það er einhvern veginn að skora á móti Barcelona sem ég held að fáum Íslendingum hefur tekist, nema kannski einhverjum framarar hefur tekist það á sínum tíma. Þeir eru spila á móti Barcelona erfikina, en þetta er þú bara alltaf stanst og lítið að hilda myndina. Mér Viktor hefði kannski komið í þennan hóp, mögulega spila 90 mínútur og mögulega 1 mínútu og svo er 20 landsliði harðir baráttu og þeir að spila á móti Frökkum sem er alvöru leikur. Þannig að þetta er svona for the greater good, af því að sem félagsþjálfari ertu bara að hugsa félagsliðið og ekkert meira, en sem landsliðsþjálfari þá ertu svolítið að hugsa íslenska fótbolta í heild sinni og ég held að þetta verkefni fyrir Viktor Bjarka 21 árs fyrir ekki hann að koma til okkar og líka fyrir Gísla Gotta og líka fyrir Daniel Tristan verði bara betra.
þegar framlíða stundir.